Hér í Lyngbrekku oft kátt á hjalla, en í dag stendur sérstaklega mikið til. Það frumsýningadagur. Leikdeild Skallagríms að frumsýna verkið Bót og betrun. Við ætlum að kíkja inn og athuga púlsinn á fólkinu. Jæja, Ármann, við erum mættir hérna í Lyngbrekku. Já. Hvaða verk hefur verið að fara að sýna? Það heitir Bót og betrun og er breskur hurðafarsi frá síðasta áratug síðustu aldar. 90s. 90s. Er þetta hurðafarsi með boðskap sem á erindin í nútímann? Já, þetta er mikill boðskapur. Þetta fjallar mann sem ég missir vinnuna og tekur upp á því svona fyrir röð ópílar tilvíluna að svindla á kerfinu. Að ljúga upp alls konar persónum sem búa hjá honum og þurfa sjúkrabætur og atvinnuleysisbætur og allar mögulega bætur og er síðan komin út í tóma ofni með þetta og ákveður sem sagt að bara reyna að hætta þessu og tilkynna sem sagt einn af öðrum þessa uppdriftu persónur dauðar. Og það svona þegar hann missir vinnuna sem gerist 2 árum áður en verkið byrjar þá hefur hann ekki einhvern veginn hugrekki til að segja konunni sinni frá því að hann hafi misst vinnuna. Þannig að hún heldur ennþá að hann sé bara að vinna hjá Orkuveitunni og hann veit ekki neitt sko. En hann er frá að gruna eitthvað sé að, það er eitthvað að í hjónabandinu og hún er með grunnsemdir. Þannig hún hefur kallað til hjónabandsráðgjafa sem hún ætlar að svona óvænt að demba á manni sinn og reyna að leysa úr þennan málum sko. Það er mikil efni þarna í misskilning og heimskulega legar. Þetta gengur eins og farsar gjarnan ganga upp. Þá ljúga menn þegar þeir hafa 2 kosti, að segja sannleikann og ljúga. Þá ljúga þeir, sem yfirleitt alltaf verið kosturinn. Og hann er búinn að koma sér í djúpan skít. Hann bara heldur áfram að grafa. Hann er bara með skurðgröfu og hann er bara að grafa allt. Kallanginn. Og hann involverar í þetta sko einn leigjanda sinn. Hann neyðir hann til að hjálpa sér til að reyna að leysa sig úr þessu og það er ekki mikil hjálp í honum. Ég hlakka til að sjá hvernig þetta fer. Það er alltaf svona ákveðin rómantík við áhugamannleikhús á landi. Hefurðu starfað mikið í þessum bransa? Já, ég held að ég ótt að segja það. Ég sé nú bara örugglega verða reynslumesti áhuga leikhúsmaður landsins, svona stefni hraðbyrði í það sko. Ég er búinn að setja upp á 3. tug sýninga út all land, síðastliðin, tæp 20 ár og skrifa alveg annað eins af leikritum hans, ýmist einn eða með öðrum og bæði þetta fyrir atvinnu og áhugaleikhús og hef verið að gera nánast flest sem ég hanna leikmyndir og ég hef jafnvel hannað búninga og ég hafi engar forsendur til þess. Og grípur í músík líka? Já, ég hef samið tónlist og flutt og Þú ert nú ljóti hálfvitinn. Þeir segja það? Þannig talaðir þig? Ég held að sé velmeint. Ég heyra það reglulega. Og hvernig líst þér á útkomuna? Heldur þetta gangi ekki? Ég hef trú á að fólk skemmti sko. Ég hef trú á að það verði hlegið sko. Ég er bjartsýnn. Við hlökkum mikið til að sjá hvernig allir til að mæta. Já. Gangi ykkur sem matarbrest. Ef að taka COVID-19 handshake. Já, gangi ykkur vel. Ok, nú var ég að svotrænsa þetta. Já, því erum að ræða einhver faraldur, einhver hræðilegur bráðsmitandi sjúkdómar og í svefnherberginu mínu. Já, það er hræðilegt. Það er hræðilegt. Heilbrigðiseftirlitið er búið að vera að úða hér í allan morgun og þess vegna geturðu ekki farið inn í svefnherbergið. Nei, heldur borðstofuna. Borðstofuna líka? Rétt. Það virðist hafa breiðst út. Þú er nú svo hjá mér. Það fer miklu betur þig. Sofa hjá þér? Ég meina uppi í herberginu mínu. Ja, Kristbjörn, frumsýningadagur eru allir klárir og stresslevel rétt.
Já, ég held að það sé svona nokkuð temmilegt, ha. Þú ert formaður í leikdeild Skallagríms. Hvernig gengur að fá fólk til að taka þátt í svona starfi? Við þurfum stundum að toga svolítið, en fáum alltaf fullt eða gott og skemmtilegt fólk með okkur. En auðvitað væri ennþá skemmtilegra að væri fleiri. Væri það. En þetta ákveðin hefð hérna, ég sé að það ennþá melsarar hérna. Já. Þú ert ekki múin að taka yfir? Sko, þeir ennþá að leynast hérna? Já, og en náttúrulega ég er svo skildur melsarunum að það svona... Þetta hefur stundum verið kallað leikdeild melsara? Já, það hefur verið gert það. Fólki á Mel hefur verið afskaplega duglegt. Já, það er náttúrulega búið að halda þessu uppi líka alveg undanfarið. Ótrúlega duglegt. Hvað er þetta gamalt leikfélag? Sko, þetta er 104 ára gamalt þá núna. Það var, við héldum upp á afmælið 2016, aldarafmælið. Þannig að þetta er orðið fullorðið félag. Og dálítið mörg verk sem liggja þá á baki? Já. Þið sýnið hvað er sýnt oft hérna? Það er nú reynt að vera einu sinni á ári, sko. Ég var nú að telja þetta lauslega yfir daginn hvað væri mörg verk búið að sýna á vegum deildarinnar og mér sýndist að vera 86 verk sem hafa verið sett á fjalendur. Í gegnum tíðina, síðustu öldina? Síðustu öldina, já. Þetta er hornsteinn í héraði, í menningarlífinu? Já, ég vil menna það. Það var margir stigið hérna á sviði? Já. En þetta er stórskemmtilegt. Hvað er áætlað að sýna þetta stykki oft? Sko, við höfum ansi knappan sýningatíma núna, þannig að fólk verður að vera alveg á tánum og ná sýningum hjá okkur. Við höfum bara, það er frumsýningin þessa helgina, svo höfum við bara næstu 2 helgar til að sýna. Svo verður húsið upptekið og leikarar farnir í annað. Þannig að þetta eru bara í rauninni 2 sýningarhelgar sem við höfum og reynum að koma 8 sýningum á þannig að. Já, og hvað er hægt að finna sýningatíma og panta með það? Við reynum að auglýsa okkur svolítið á Facebook og reynum að setja plaggöt niður í Borgarnes og svoleiðis og svo er þetta á síðun okkar og það er hægt að panta miða á e-maili á leikdeildskalla@gmail.com. Það er bara verst að ég man ekki símanúmerið. Nei, en við vísum fólki bara inn á Facebook, Leikdeild Skallagríms, það er hægt að finna það. Já, það er hægt að finna það. Hægt að finna það. Það eru allar upplýsingar. Þá ætlum ég bara að segja, ég má víst bara segja 20. Já. Og svo COVID-shake. 20, gangi guð. Takk. Og það er náttúrulega í anda verksins líka þessi því að það er ansi, bráðsmittandi sjúkdómar og annað sem koma við sögu þannig. Ég hlakka til að sjá. Segðu ekki meir. Nei, segjum ekki meir.